Fundurinn tekin upp. Ég Tók í gang. Andri heyrir í mér það? Já. Nei, þú ert með mig örugglega mute. Er ég á mute eða? Heyrir í mér? Ég heyri þér, Andri. Já, þú heyrir í mér, ok. Það kom að ég væri mutaður af nafni. Ef ekki gefið sér akademiska 2 mínútur, það er ennþá fulla menn að koma inn. Eru ekki að þarna? Jú, ég er hér. Já, gott. Það virkjum ekki, ég hef aldrei notað síman áður. Artur, tölvan er búin í lag. Já, ég fraus við að ég var að fara að senda honum glærurnar, loka útgáfuna glærunum, þannig að ég segi nú alveg svo er. Honum Andra fara yfir þetta með okkur. Tölvan mín segir voða mikið velkomin við mig. Mér sýnir Sigurður Ó vera hérna á mute. Sigurður Ó. Við séum ekki svo margir að við þurfum ekki að vera á mute okkur neitt mikið, sko. Ok. Já, ég er að koma, sko. Ég er að koma. Það er með þetta, já. Sjáið þið þetta? Já, ég sé þetta. Það er gott, það er nóg ef þú sér það. Já, það er nú. Nei, það sjóta allir að sjá þetta. Já. Já. Æja. Viltu fara að byrja þetta, Guðmundur, eða? Já, nú er ég... Nú ertu. Nú ætti ég að vera... Já, við byrjum bara á að afsaka okkur að Guðmundur lendi í uppfærslu á tölvunni sinni þegar hann var að senda mér loka útgáfu af glærunum. Þannig að ég stökk til og breytti því sem ég mundi, þannig að ef það er einhverja villir þá verði þið bara fyrirgefa okkur það. Já. Þannig að hann er ennþá að reyna að kveikja á tölvunni, skilst mér. Já, hún er að... Ég á að vera komin inn á fundinn. Það er ennþá fólk að koma inn. Á ég ekki bara að byrja þetta og þú hleypir fólk inn hérna áður? Já, bara komið. Við verðum að halda tímaáætlun. Já. Heyri, það er kynning á þessum breytingum semst á IST 150 sem voru gerða núna, vinnan fór að mestu fram 2021 og 2022 ef ég fyrir ekki með rangt mál þar, og Rúnar Backman hefur verið formaður í þessari nefnd og ég veit ekki af hverju að lenda mér að kynna þetta. Rúnar útskýrir það kannski sjálfur. Það er tímaþröng held ég hjá Rúnari. Já, gamli maðurinn er bara orðinn þvoglumæltur og aldraður. Já, það er ágætt. Þetta eru stór sporafyll í að taka þetta verkefni, en við þekkjum öll hennan staðalvonandi í IST 150 er aflagnir fyrir íbúðarhúsnæði og
og í hópnum sem stóða þessu, eða semst hefur verið í þessari vinnu er Rúnar formaður, ég frá Rafiðnaðarsambandinu, Gunnar Sigvalda frá Lotu, Sæmundur Þorsteinsson frá Háskóla Íslands og Fjalar Gíslason frá HNIT. Og í rauninni bara verið að horfa til nýjungar á markaði og slíkt þegar við erum í þessum uppfærslun. Og hann fór í auglýsingu í apríl 2022 og Rafstælar var samþykkt staðalinn til útgáfu 27. september. Og mögulega hefði þessi kynning geta verið fyrr. En það kannski ágætt að við imprum á einu af því að það hafist komið einhverjar spurningar til Guðmundar og svona að ISD 150 auðvitað bara staðall og þannig að ef að hann sé getið í verksamningum eða einhverju slíku þá hefur hann gildi, þá ber að fara eftir honum. En nú eins og við þekkjum kannski umræðinu þá vitnað í hann í byggingareglugerð í dag, bæði ISD 150 og 151. En þannig að þá auðvitað ber að fara á eftir honum þegar búið að vitna í hann. Það stendur í byggingargerð orðrétt skal stuðst við. Þannig að hann kannski komið með svolítið meira vægi en má segja bara staðall. Bara aðeins umfang og gildissvið. Og þarna sjáum við að í byggingarreglugerð stendur að stuðst skuli við og við höfum fengið túlkun frá HMS, þið leiðréttið mig ef ég fer með einhverja vitleysu, Rúnar og Guðmundur, að við höfum fengið túlkun að stuðst skuli þýði bara að það skuli fara eftir í. Þannig að því að margir vildu meina að þetta væri kannski tvírætt orðalag, þannig séð, en þarna, já. Skilgreining á búnaði, það búið að fella út hugtök eins og fjarskipti, húskassi, miðkerfislagnir, tækjaskápur og fleira sem snerist að fjarskiptahlutunum sem þá komið yfir í 151 og það svona verið að klára þá vinnu við að fjarlæga úr 150 það sem á heima í ISD 151 sem eru fjarskiptalagninar. Þannig að sú vinnu verið að klára núna að taka úr. Og þarna með tilvísanirnar þá var smá breyting á þeim og í rauninni bara uppfærsla þannig séð og kannski ekkert sem að út þessar eins og þessar birtutöflur útgefnar að staðlaræði að staðallinn ekki þannig sé að taka á birtu eða lýsingu á þann hátt heldur hann að taka á tengistöðum og öðru. Þannig að okkur fannst þetta var ekki talið eiga verið í þessum staðli. Þetta nýtt inn hjá okkur og fyrirmyndin kemur úr sænskum sambærilegum staðli. Þarna erum við búin að setja inn töflur með sverleika á rör miðað við víra eða leiðara. Og vinstri taflan þá leiðarar eða semst ídráttarvír og hægri strengir. Og þarna erum við að miða við hentugar rörastærðir. Og alveg hægt að hafa skoðanir á þessu en við heimfærum töfluna aðeins svona miða við okkar. En mikilvægt að þarna komið fram að þarna verið að tala viðmiðunarstærðir og það var viljandi sem var farið í svona frekar veikt orðalag. Við erum ekki endilega að þetta svona eitthvað til viðmiðunar, ef við ekki bara orða það þannig. Og kannski fínt, ef við ekki bara taka spurningar í jafnóðum eða koma? Eða hvað? Ef við taka þær í endan, Guðmundur, hvað segir það? Já, bara annarkvort sko. Komin spurningar eitthvað? Eitthvað búin að lyfta hendi? Nei, ég var bara að velta þessu fyrir mér. Þið spyrir bara ef þið viljið spyrja. Og við sjáum Endilega taka þær í endan, þannig að þetta verði ekki einhver kjaftatörn. Ok, við tökum spurningarnar í endan. Það staðfest. Það bara búið að ákveða þetta, alræðisvald þarna. Í kafla 4 er smávægileg breyting á, þetta aðalega númerinn, en þarna er númerabreyting, þetta átti að eyðast útrendar. Og þarna er smávægileg orðabreyting og svo númerabreyting. Það semst innan eða við hlið þess svæðis breytist í hlið þess svæðis. Svo hann sé ekki, hugsunin held ég hafi verið svo hann væri ekki bara bakvið opnin. En þetta er smávægileg breyting.
Þvottarými, þarna erum við komið með nýja mynd og eins númerin breytast og þarna líka komin nú semst tvöfaldur tengill í 120 og sértengill bæði fyrir þvottavél og þurrkara. Þannig að það er smálega breyting, aukatenglar þarna komnir inn. Eldhúsið, þar erum við komið með nýja mynd og við erum pínu... Andri, þetta er sama mynd, það er bara í rauninni búið að hækka tengilinn fyrir Alveg rétt, viftuna. alveg rétt. Það er búið að hækka tengilinn fyrir viftuna og svo er ný mynd á eftir, eða ekki? Nei, það er bara þessi, þetta er rétta myndin, en það er bara 1 meter á milli tveggja 200 tengla, það var breytingin. Ok. Það var í þessu sem ég var að senda þér. Já, það var í nýju glærunum sem ég fekk ekki. Og vorum að fara yfir það. Og þarna er svo eyjan sem sýnir tengistæði og hver var breytingin þarna, Guðmundur? Já, það var engin eyja, sko, það er gólfboxið og það er rauninni allt nýtt varðandi þetta, það er bara svo algengar eyjar að það var ákveðið að taka það með sérstaklega, sko, ef þær eru að skuli það vera með þessum hætti. Já, þetta er bara ný mynd, eða ekki alveg? Jú. Já, það var það sem ég held. Já, og við erum pínu að fara út í svona myndir, eða semst myndrænt. Við teljum að það skili svona betri árangri að reyna að hafa þetta svolítið myndrænt og erum pínu að svona nota aðra staðala til viðmiðunar á Norðurlöndunum eins og í Svíþjóð og svona, sem eru mjög góðir. Þarna erum við komið með mynd varðandi bílskúr og ég svo sem kannski segir sér svolítið sjálft. Ný mynd, þú voru að segja mig, Guðmundur, ef ég að bulla með, en þetta er ný mynd stigahúsum og þarna er í rauninni kannski breytingin bara svo að við erum að gera þetta myndrænt eins og ég sagði. Þetta er nýr kafli rafbílahleðslu. Þetta hefur verið svona, það var nefnt sett á laggirnar innan staðlarás rafbíla og hvað væri hægt að staðla í kringum það. Við í IST 150 tökum eingöngu fyrir það sem snýr að okkar staðli, þannig að við erum ekki að hafa skoðun á neinu sem að öðru en þá í rauninni lagnarleiðum og svoleiðis sem snýr að þessu staðli, en svo er alveg spurning hvort það er að taka svo áfram eitthvað meira með stöðlun í kringum rafbílahleðslu. Það er eitthvað sem er í eilífri umræðu og þannig að við erum bara að taka þarna á í rauninni lagnarleiðanum. Dyrasímar og bjöllur, þetta er náttúrulega tekið fellt út þarna nema við skiljum eftirfarandi greinum dyrasíma og bjöllur, restin fer í 151 og það er í rauninni þessi sama sem á við þarna er lagnarleið og hvar dósir skulu staðsettar. Þannig að restin er í IST 151 eins og þið flest vonandi þekkið. End of slideshow. Þannig að þetta var ekki meira en þetta. Og þá höfum við korter í spurningar og umræður ef menn vilja. Ég get flett til ef það eru spurningar eitthvað sérstakt. Það sé svo sem bara best að fá þá einhverja spurningar. Er það ekki, Guðmundur? Jú, það er bara sáu tíminn. Sáu tíminn. Það var tíminn, ég kom með skjaliðan ef þetta flett í því ef að... Já, það er mjög gott. Ég get ekki kallað það upp. Svo er allar kvartanir og svoleiðis skulu fara berast til formanns Rúnars. Heyrið í mér? Nei. Það er spurningar fyrir þig. Heyrið í mér? Já. Já, flott, takk. Mér langar að spyrja þið sögðu að tengillinn inn í eldhúsið er hækkað, svo töluðu ofan í hvern annan, þeir sögðu nákvæmlega hvað tengillinn var? Já, það var tengill fyrir viftuna, hann var í 170 og hann var í rauninni bara alltaf bak við viftuna en núna er þetta svo oft blásið upp úr og slis að hann er 220 eða í lofti. Fyrir viftu eða háf.
Hérna, sér. Okay. Það einhver hönd þarna á loft, Ólafur Halldórsson. Já, ég ætlaði bara að spyrja með bílakjallarann á þessa nýju. Það stóð þarna að þetta leggja rör á hverju bílastæði. Þið er ekkert að hugsa þetta út frá afldreifingunni eins og er búið að koma upp núna eins og Orkunáttúran og N1 er að bjóða upp á afldreifingu sem er tekið þó út frá stofni. Þú veist, er það ekki stefnan að fara í afldreifingu? Það sé ekki lagt rör á hverju stæði, það sé frekar gert ráð fyrir einhverjum stopplögnum, einhverjum buss. Já, sko þetta er náttúrulega svolítið erfitt hjá okkur að taka þetta. Við þurfum að taka þetta meira bara almennt, hvað er að koma og hvað verður. Þá er það eitthvað bara sem við þurfum að bregðast við að breyta, en við teljum að sé mikilvægt að sé samt lagnaleið og þó að lagnaleigin sé til staðar þá kannski skemmir það ekkert fyrir. Þannig að þetta er svona, við erum að hugsa lágmarks lagnaleiðir og eitthvað sem við getum nýtt, en vissulega munið þetta er að taka það miklum breytingum að við erum í pínu erfiðleikum bara með umræðunni í kringum bara hleðslustöðuna og það hvað eigum við að staðla og hvað getum við staðlað og það væri bara, þú veist, við verðum eitthvað að komast áfram með það en við þurfum aðeins að sjá hver þróunin er líka. Já, því það verður svo mikið af lagnaleiðum, þú veist, þegar þú ert að leggja hverju stæði heldur að sé lagt fyrir einhverjum buss sem hægt er að tengja sig inn á frá hverju stæði. Þá spart maður í kopar og lögnum. Já, það stendur þarna, þar sem svo háttar í stærri bílageymslum, bílahúsum, þarf að vera lagnaleið fyrir stopp, skástrík heimting að dreifiskáp fyrir rafbílahleðslu og þaðan lagnaleiðir að einstakri hleðslustöð. Ég veit ekki hvort að þetta sé, þú veist, þessi stopp, það sé lagnaleið fyrir stopp, stendur þarna. Já. Mitt, en ég skil ykkur, þetta er að breytast hratt og svona. Takk fyrir þetta. Já, þetta er frábær spurning og þetta er líka bara það sem við vorum að vandræðast með og þetta er pínu erfitt að nálgast en ég held við náum alveg utan þetta, það er hægt að með þessari lagnaleið er hægt að framkvæma flestara lausnir. Já, nokkulega. Takk fyrir þetta. Fleiri hendur á lofti. Já, gæti aðeins talað tengla í bílskúr sem var að vera að sýna á hann. Já. Þetta er ekki á það. Tengla í bílskúr? Já, það var einhver tekník já, þessi já. Þessi svörtu punktar, það eru þá hvað? Er það tenglanir? Það eru tengistæðir, já. Já, það eru tengistæðinir, já. Og hvað segir? Á þetta að vera á sérgreinum eða? Það er nú ekki Við tökum ekki afstöðu til þess eða nokkuð? Það segir ekkert það hvernig þú fæðir þetta. Þetta getur verið einnig grein þess vegna. Já, ég bara fór svo hratt yfir þetta. Ég sá ekki almennilega teikningunni, sko. Nei, akkurat. Bara skilja í staðir. Ok, flott. Þarna með tröppunar á milli hæða. Getur aðeins farið í það? Já. Þarna sjáum við á teikningunni til hægri. Þar er sem sagt sýnt þarna A, B og C. Er þá verið að tala að B-ljósið sé þarna sett á miðjuna þarna á milli hæða. Já. Ok. Og þetta er auðvitað háð einhverjum lengdum á milli, eða hversu marga tröppunar eru, er ekki? Jú. Þetta fyrirkomulag á sér fyrirmynd í sænska staðlinum. Já. Þannig að þetta er langur stigagangur, það verður ekki algjört myrkur. Ok, flott. Já. Nú er fyrirkomulagi hjá okkur þannig að við höfum aðgang að staðlinum í gegnum rafvinasambandið eða rafmennt. Já. Og þetta nýja fyrirkomulag það verður bara þarna aðgengilegt bara eftir þetta eins og það er núna. Já, þetta er svona stað, þetta er engin ný stað, sko. Þetta er í rauninni stað sem kom út árið 2022, sko. Það er bara dróst að hafa þessi kynningu.
En þetta er ekki ný staða, sko. Þú veist, þetta er bara við höfðum aldrei haldið þessi kynningu og bara skulduðum hana. Yes. Takk. Já, þetta er náttúrulega bara uppfærsla breyting á 151. Nei, 150 segi. Þeirri breytingu var það var tekið út allur fjarskiptapakkin var tekin út, sko. Þetta í síðasta aðal en þessi fylgdi ekki fyrir svolítið seinna. Yes. Flott. Yes. Það alveg hörku mæting, ég bara mjög ánægður með það að sjá að við höfum náð að senda þetta eftir einhverjum þeim leiðum núna að við höfum fengið góða mætingu, 79 þegar var flestir. Það er alveg ótrúlegt tala. Já. Mjög gott. Herri, það er einhverja hendur á lofti. Já, ok, hendur á loft, já. Sigurður Sigurðarson, Ketill, Jósef. Já. Jósef fyrst, þá. Jósef. Jú, þú ert unmute. Jósef, við heyrum ekki í þér. Áttu næsta. Jósef, þú reynir bara að tengja mikrofónin. Ertu komin inn núna? Ketill er þá næstur. Ketill. Þú voru að taka það mute. Ketill. Þvottahúsið. Já. Tengla fyrir þvottahús og þurrkara. Setja þetta í hæð 60. Er það ekki svolítið lágt í rauninni með því hvar tromlan og annað þess á þessu er? Já. Þetta er útfærsla sem miðar við að það sé borðplata yfir þessu. Þetta er út af fyrir sig staðall en ef það er ekki maður að borðplötu og heldur frístandandi vélar þá getur og oft heppilegra að tengillinn sé fyrir ofan vélarnar og það er náttúrulega frjálst að hanna það þannig. 1.20. Já. 1.20, já. Tengilana yfir bekknum þá er 1.20. Já, það er sko, þetta er eins og ég sagði, þessi leiðbeiningateikning, hún miðar við að það sé borðplata yfir vélarnar. Já. En aðrar útfærslur eru heimilar og verða eflaust notaðar. Já, þetta er náttúrulega viðmiðunarteikning svolítið. Viðmiðunarteikning. 60 er samt erfið hæð, það bakið þvottavél. 60, já. 60 er erfið hæð, sko, því að tromlan er þetta alveg rétt hjá Katli og Dóra. Hún þarf, sko, tengillinn þarf að vera, sko, í þessari hæð talsveit til hliðar við, hvað maður að segja, krippuna á vélinni. Já, hann er hægra megin, sko. Ég myndi halda að hann ætti að sleppa í flestum tilfellum á þessum stað, en við getum alveg rýnt þetta betur enn, sko, punktar þetta kannski hjá þér, Guðmundur. Já, takk fyrir. Okay. En tengillinn þarna fyrir ofan borðplötuna, hann verður náttúrulega líka að vera til staðar. Já. Í þessar útfærslu, já. Já, því að fólk kannski er með eitthvað í sambandi þannig. Akkúrat. Já, það var Kristján. Þessi þrír sem voru á listanum komnir nema Sigurður. Það er í mér. Já, Kristján, já, við heyrum þér. Já, það var Sigurður. Já, Kristján. Þannig með dýrasíman. Já. Velkomin. Það með hæðina á dýrasímanum. Já. Þannig að í byggingarreglugerðinni, þá er með algilda hönnun, þá stendur mest 1,2 metrar. Já, það er verið að gera ráð fyrir það ekki hjólastól og eitthvað slíkuðu. Jú. Það er þess að hafa þetta samviðahæft við það. Það er sem sagt ákveðum ekki hærri heldur en 1,50. Já.
En lægri tölur gætu þurft að hafa eftir aðstæðum, til dæmis í sérbýli fyrir fallaða eða þess áttar. Já, það aðalega að hjá þeim stendur ekki hærra en 1,2. Í byggingarreglugerðinni. Já. Þá ferði eftir því. Þá hefur það farið fram hjá okkur. Við hefum þurft þá að halda okkur við þá tölu. Já. Þú kannski nótir að það, Guðmundur, að kíkja á þetta byggingarreglugerð. Það er kannski hægt að bæta við þá, ef við algilda hönnun á byggingarreglugerð, þetta er þarna 661. Í henni. 661. Já, ok, ég kíkja á þetta. Gott. Góð ábending. Eins og við erum ekki fullkomnir í þessu. Og ekki við gagnrýni hafnir. Sigurður næstur? Já, sælir. Þeir tókuð fram allir upphafi að þetta út af þessi endurskoðunarstallning kemur út af breytingum meðal annars á LED-lýsing og fleira. Ég hef ekki séð neitt sem minnist á það núna. Ger það eitthvað tekið sérstaklega fram eða? Var það ekki aðalega að, þú veist, við erum ekki að, þú veist, bara dreifing á ljósi í dag með dreifing á ljósi, þetta var á dósunum, sko, er bara svolítið mikið önnur, sko. Já, það er staðsetningar og svo tókum við náttúrulega út þessa birtutöflu og þessar tilvitnanir í birtutöfluna og fleira slíkt og endur sko staðsetningar sem en þetta kannski, það var farið á stað út af þessu en þetta var samt ekki þungað með hann í vinnunni, þetta er góða punktur. Og þessi staðall er náttúrulega fyrst og fremst fyrir íbúðarhúsnæði þar sem að smekkur fólks ræður meiru heldur en til dæmis í opinberum byggingum eða þess áttar. Kristján næstur. Okay. Ég glemdi að setja hendina niður. Já, Einar þá. Ekki máli. Já, Einar hér, heyrið í mig. Já. Gott að sjá að það er komin að tafla fyrir vírafjölda. Ég hjó hins vegar eftir í því sögðu að það hefði verið aðlagað eitthvað fyrir íslenskar aðstæður. Hvað hérna, með svo var svolítið forvitin að vita hvað, er það fjær kaldara hjá okkur eða hvað breytist varðandi hérna vírafjölda í... Já, sem er gott að sýta í gröri. Þetta er nefnilega ég verið að kenna þetta og þá er þetta mjög mikið rætt. Hvað má ég sýta marga víra í 16 mm rör og svo framvegis? Hvað var... Var þetta ekki frá Svíþjóð eða? Jó. Þetta er minniháttar aðlögun. Þetta er algjör minniháttar aðlögun. Hvort það var eitthvað stærð á vírum eða leiðarar sem þeir eru með sem eru eitthvað frábrunir en annars er þetta í grófum dráttum jafnmargir vírar, sambarilegi vírar í rör. Þannig að, en það eru smá breytingar á töflunum, við tókum eitthvað út sem okkur fannst ekki eiga við til dæmis og viljum kannski ekki taka afstöðu til. Okay. Þannig að þetta er ekki þannig að þú þurfir stærra rör í Svíþjóð, sko. En okkur fannst það samt, ég þyrfti að taka það fram af því ég alaði þessa töflu, fannst það þurfa að taka það fram að hún er ekki alveg copy-paste frá. Nei, ég skil. Það var hérna annað ef ég má, af því ég hefur ekki alveg áttað mig á því að jú, þessi splittun var þarna á fjarskiptalögnum yfir í 151. Varðandi þá tölvulagnir og sem sé allt slíkt. Er það allt komið alfarið þá bara út úr 150 yfir í 151? Já. Þannig að nú þarf maður þarf þá að lesa vel á vandlega 151 til að átta sig á þessum pælingum varðandi fjölda tengla þar sem eru fjarskiptalagnir og svo framvegis. Það liggur þá þar, eða hvað? Já, það liggur þar, já. Við héldum bara eftir því sem að tengist raun og veru lágspennukerfinu og það sem tengist lágspennukerfinu er bara dyrabjöllur og dyrasímar. Við fórum ekki út í önnur atriði, ljósleiðara, tengistæði fyrir tölvur og þess áttar eða sjónvörp og útvörp og svoleiðis.
Já, ok. Ég bara hugsa þetta vegna þess að það var mikið lagt að nemendum að passa nú upp á það að klikki ekki á því að það sem hver sem eru fjarstíklarnir, þar verða að vera þrefaldur tengill, sko. Þannig að það er svona spurning hvar menn verða nú vissur hvað þeir eiga að hafa ef þeir eru yfir höfuð með loftnet einhvers staðar. Eða kannski bara loftneti farið, nú veit ég ekki. Loftnetið nú mestu lítið farið. Það er ennþá skylda að vera með loftnetstengil. Já, þú ert að leggja lögnina. Já. Og sem sé, menn enduðu oft í því að vera bæði með lögn fyrir loftnet, kóaxinn og svo líka aðra lögn til þess að uppfylla svo síma eða tölvumál. Þannig að það er óbreytt að þessu leyti. Og 151 tekur þetta alveg yfir þegar menn eru hins vegar að hanna og taka væntanlega tillit til beggja staðlana og kröfur þær sem að settar eru fram af byggjanda eða eigenda. Þá þurfa menn náttúrulega að taka lágspennuna kannski fyrir og fjölga tenglum ef að óskir það. Já, ég var nú mest að hafa áhyggjur af þessum fjölda tengla, rafmagnstengla, af því að nú er 150 svolítið að taka á því, fjölda rafmagnstengla, en það er engin þá vísum þar lengur í það að maður verði að hafa 3 tengla þar sem það er loftnet. 150 er raun og veru lágmarkskröfur. Já, það var eins og það var, sko. Þar var þetta tiltekið sem lágmarka, væri fjarskipti eða væri loftnetstengil, þá yrðu að lágmarki að vera 3 tenglar. Þannig ég var bara svona að spá í þessa, nú er þessi vísun, þessi cross-reference horfin úr 150 og þá er spurning hvað er það þá núna, sko. Honum er vísað inn í höfuðið á hönnuðinum. Já, ok. Þannig að það er orðið frjálst spil þar, það er gott. Það var ekki meira frá mér. Ok, takk. Búin með tíman og engin með hendina uppi, er eitthvað sem er með lokaspurningu? Ekki, að þá bara, Ketill. Hann er ekki klappaði það? Ketill. Í Bólbóks. Það er skylda að setja í bólbóks. Tenglabóks. Já, þetta er svona dæmum tengistæði fyrir eldhúseyju. Eins og stendur þarna við myndina. Það stendur þarna eða pípur að tengidósum. Já. Setja skal gólbóks, millitengibóks eða pípur að tengidósum í samræmi við þann búnað sem á að staðsetja í eyjunni. Ekki, það er raunin fyrir opnað á það. Það þurfa að gera ráð fyrir að leggja í eyjuna. Þetta eru svona, bara í gegnum gangandi þess að viðmiðunarmyndir eru mjög, þetta eru viðmiðunarmyndir, eins og sagt er. Já. Besta mál. Ok. Ég þakka bara kærlega fyrir. Það er búið að hugla aðeins í okkur hjá okkur og en þetta hafðist þrátt fyrir smá tölvuvesen í upphafi. Ég biðst afsökunar á því. En það var bara góðir. Það ekki. Já, bara takk. Takk fyrir. Ef ykkur fleiri vangaveltur þá sendið þið bara á Guðmund og hann tekur þeim fagnandi. Já. Ég set allt í. Takk fyrir. Takk. Takk.